Einar, þetta hafðist ekki hérna í dag. Hver svona fyrstu viðbrögð til þennan leik? Það svona blanda af gleði og sorg, bara stoltur af félaginu og öllu fólkinu sem kom og stutt okkur. Ég stoltur af strákunum mínu sem lögðu allt í púkkið og gáfust aldrei upp, en sjálfsögðu svekktur að við skulum ekki ná að klára leikinn, en svona boltinn. Frábær byrjun hjá okkur í dag, en þið náðu einhvern veginn ekki að halda út. Hvað fer úrskeiðis hjá okkur? Já, ég meina, körfubolti leikur rönna og við vissum alveg sem að þetta aldrei beinn og breiður vegur á móti þessu frábæra liði, en svona kannski snemma eftir leik þá maður að hugsa út í þessar síðustu 2-3 mínútur í fyrri hálfleik sem við vorum búin að vera að gera mjög vel á báðum endum og einhvern veginn svona verðum pínu fljótfærir í sókninni og förum úr stöðu 34-27 í 34-35 inn í hálfleik. Það svona kannski uppað af vandamáli fyrir okkur og einhvern veginn svona seinni hálfleikurinn þá fannst mér bara vanta áræðni sóknarmegin og varnarleikurinn ekki eins þéttur í þriðja leikluta og það er náttúrulega erfitt að fara með þetta upp í 15 stig en hættum aldrei og maður svona hugsa Tóbin fær stökkskot, Raggi fær opinn þrist, Emil fær opinn þrist og hvað ef, en svona boltinn og þetta náttúrulega frábært káli með gríðarlega reynslu sem við vitum að það þarf að spila svona close to perfect game til þess að vinna og því miður þá vorum við ekki nægilega nálægt í dag. Þetta gefur ykkur væntanlega bara smá boost inn í næstu leiki og endan á Dominus-deildinni? Já, ég meina þetta gríðarleg reynsla og allt það og það alveg deginljóst þó að við sem að spila móti liði með Euroleague spilara í Jóni og alla þessa landsliðsmenn að við erum óhræddir við og við teljum okkur geta að spila við á hvaða sviði sem og ætlum að sjálfsögðu að vinna bara hörðum höndum á komandi vikum í að fyrir það fyrsta að vinna okkur gott sæti í þessar úrslitakeppni og koma þangað bara inn á fullum þunga í náttúrulega brjálæðislegri jafnri deild. Við vitum að við þurfum að halda áfram að bæta í til þess að geta gert gott mót þar. Þorláksson búar fjölmenna hérna í dag eins og oft áður. Þeir eru væntanlega farnir að biðja titil, heldur þessi langt í hann? Ég ætla svo sem ekki að fara í einhvern Nostradamus í þeim efnum en ég meina við getum sagt sem að við erum eina liðið sem hefur komist leik frá því að vinna titil núna á síðustu 2 árum og mér fannst ekki vanta neitt brjálæðislega mikið upp á í dag. Við ætlum að halda áfram að vinna hörðum höndum og við höfum fulla trú á verkefninu en við gerum okkur alveg grein fyrir því að það eru gríðarlega sterk lið sem við erum að eiga við. Svona.